Heil og sæl öllsumur, ég klippti mér hárið í gær. Fyrst getur sem ég reyndi að klippa mér hárið sjálfur, það gekk svona vel. Já, ok, heyrðu, mörgæsir. Ok, eitt af þessum skemmtilegt við svona Windows dæmi að koma oft eitthvað svona, hei, hérna eru mörgæsir. Eða eitthvað ótrúlega cool staður sem þú ert bara eitthvað, ég hef aldrei séð þetta áður, veist að vera cool. Hérna, wow, einmitt, í dag, það er eitthvað ekki búið að gerast, eitthvað crazy. Ég er að fara að leggja í hann núna, ég er að fara út að hlaupa, ég hef ekkert farið út að hlaupa, ég ætla að tala við ykkur úti í þetta eins. Alrighty, þá erum við komin út. Það er sjá. Getur þetta ná? Þannig, við erum komin með buff, það er ekki hægt að setja svona á með andri hendi. Og við erum að byrja að skokka. Bara að byrja að skokka létt, það þarf að hita upp. Hérna, ég veit ekki, ég er búinn að heyra einhverjum sko, ég veit ekki hvað sem margir ekki að veita, en til að byrja með þessa skóla, þá var ég rosa mikið svona, heyrðu, já, þessi annar á íslensku. Það verður miklu auðveldra að tækla það, heldur en að tækla seinustu tværannir í Fraklandi, sem voru á frönsku. Og það var sko í Fraklandi og tók ég tværannir gegnum Erasmus, og það var svolítið svona, fyrri annin var bara algjört, hún gekk ekki vel námslega séð. Mér gekk ekki vel námslega séð í Fraklandi. Fyrirhanninn var að ég kunni ekki frönsku og seinnihannin byrjaði miklu betur og mér leist mun betur á hana. Svo bara eitthvað, bam, COVID. Allavega, þannig ég er spenntur fyrir þessari. Hún byrjaði og ég bara eitthvað, já. Svo uppgötaði ég að ég bara er ógeðslega lélegur í að læra heima. Það tók mér smá tíma að átta mig á því. Svo þegar ég áttaði mig á því, þá fór ég að finna upp á einhverju leið til þess að tækla það að verða betri í því. Og svo er ég búinn að vera að æfa mig í því að læra heima. Og svo, þá er ég að fá núna svona relapse eða þannig. Það er svona, bíll, Það sem að hérna, ég upplifði það að mér gengur bara ekkert vel að einbeita mér. Sérstaklega fyrir hádegi, það bara eitthvað í dag og í gær. En hérna, það er bara að ég ætla að nýta tækifærið bara til að minna fólk á að það gerist alveg stundum þegar þú setur þér eitthvað svona markmið og ætlar að gera eitthvað nýtt. Hérna má sjá. Svo það voru bíl og ég hitti einhvern gæja sem var nettur, haldið í keppni. 10 vikur á hlaupakeppni, húli múli. Ekki viss með að ég gerði það sko, allavega. Með skóla og svona hluti sem eru svona langtíma hlutir. Það var alltaf að taka eftir því þegar að taka því þannig að maður getur ekkert eitthvað gert það bara á fullu 100% allan tíman, alltaf. Sjáu, hann er hann. Þarna. Ég veit ekki hvað þið sjá hann, hann er að hlaupa þarna. Já, allavega. Og maður getur ekkert gert alltaf 100%. Þannig að maður munur örugglega detta niður einhvern tímann. Og ég held að þetta sé líka svolítið svona með fíkla sem eru háð einhverju. Að þú veist, þau reyna að hætta. Og það kemur eitthvað ríða upp, skilur. En þá er mjög mikilvægt að muna að það þýðir ekki að það hafi tapað. Þetta er nákvæmlega eins og að hrasa. Nákvæmlega eins. Og það er svo mikilvægt þegar maður hrasar að þetta maður sé búinn að detta en maður sé ekki fallinn. Og að standa upp aftur. Þannig að búinn að taka eftir núna, gæra í dag og í gær. Að ég er greinilega búinn að hrasa. Þannig að ég reyjum mig upp. Það var að heita Kristoffer og ætla að hlaupa upp í Eskileyri. Ok, ég ætti ekki mættir, mér langar að minnast á tvennt. Hérna, ég er búinn að taka með buffið og ég á með svona dæmi hérna á handleggjunum. Þetta eru svona leg warmer sem ég fékk frá besta vinum mínum. Og hérna, mjög næst að hafa svona í handleggjunum. Þetta er virkilega stjórnbæði hvað hittstigið er. En hérna, langar að minnast á það skemmtilegt sko að ég er búinn að hlaupa framhjá nokkrum hlaupurum daginn. Og hérna, mér er skemmtilegt þegar ég hleyp fram með einhverjum sem er að hlaupa eða meðfram einhverjum sem er að hlaupa að af því að ég er að hlaupa þá get ég sagt hæ og þau eru til að tala um mig. En þegar ég er á hjóli og ég hjóla fram með einhverjum sem er að hlaupa og ég segi hæ eða flott hjá þér þá horfir fólk bara á mig og bara eitthvað, hvað er að tala um mig? En mér finnst það bara að fyndið.
Kristoffer, ég er að gera vlogg. Viltu vera með í vlogginu? Já, hvað ekki? Þú ert með í vlogginu núna. Aðeinslega. Þetta er svona Kristoffer. Við erum að fara út að hlaupa í Askileyri. Já. Svona hlaka þér. Yes. Og ég mætti fyrir 5. Það er staðfest. Já. Ok. Bless Kristoffer, takk fyrir að skjóta mig heim. Bæ Hjaldan, verður það góð. Takk. Takk fyrir hlaupið, það var mjög gaman. Nice. Halló? Hæ? Ok, ég er komin heim til mömmu minnar. Ég er inn í herberginu með systur minni af því að, já, bara. Og hérna, það var ótrúlega gaman að hlaupa með Kristoffer. Og hérna, já, ég hafði virkilega gott að því. Það hjálpar rosalega mikið með hausinn á manni. Það að hreyfa sig og fara út. Og að sofa nógu vel. Það akkurat tók að dríði, ég var ekki búinn að sofa nógu vel. Þannig að ég bara passa mig sérstaklega. Í gær, þá var ég að sofa mjög vel. Ég svaf mjög vel síðustu nótt. Og ég var náttúrulega í nótt að ég sofi mjög vel. Og hérna, mjög gaman líka að fjölskyldan sér hvernig maður klippir sér hárið. Að hérna, þá taka ég eftir eitthvað svona pínkulilt út í hérna aftan á. Að það er eitthvað svona hár neðst sem er svona geðveikt löng sem ég tók eftir í gær. Og það er eitthvað að laga þetta. En hérna, já, og já, við gaman að tala um Kristoffer. Hvað segirðu? Systir mín kom heim, ég er farin.